Þann 11. apríl 2009 hefur eigandi yfirgefins hús við Vatnsstíg 4 samband við lögreglu höfuðborgarsvæðisins og lýsir áhyggjum sínum yfir því að fólk sé búið að koma sér þar fyrir. Eigandinn lýsir því að ekkert rafmagn sé á húsinu né vatn og að það hefur verið dæmt óíbúðarhæft. Hann segir að með hústökufólki skapist eldhætta. Af henni hafi hann áhyggjur enda ábyrgur sem eigandi hússins. Þetta var laugardagurinn fyrir páska og þetta var töluverður mannfjöldi þarna og þeir áttu greinilega von á því að lögreglan kæmi þarna og þeir ætluðu í rauninni að verja húsið, þannig við vorum ekkert að flýta okkur neitt sérstaklega í þessu en höfðum auga með þessu og slökkvilið vissi af þessu og þannig að vorum tilbúnir að bregðast fljótt við. Listakonan Steinunn Gunnlaugsdóttir var ein þeirra sem hafðist við í húsinu. Í heildina held ég að við höfum haft á hugmynd að fara þarna inn og stofna félagsmiðstöð, félagsrými þar sem fólk geti komið, fólk sem var í einhvers konar andstöðu við, sem er í andstöðu við ríkisvaldið og ríkjandi ástand. Við vissum náttúrulega að við vorum að ögra og þetta var í rauninni, þarna var ný ríkisstjórn nýtekin við, bráðabirgða ríkisstjórn, vinstristjórn og við vissum að við vorum líka að ögra þeim út í að þarna var rosa mikið verið að tala um að bjarga heimilunum og allt þetta, allar þessar klisjur og við sögðum já, við erum hérna, þetta er ein tilraun til að bjarga heimilunum, að fólk taki bara húsin sín sjálft. Hústökufólkið dvaldi þar yfir páskahelgina og segir Steinunn að þar hafi verið mikill gestagangur. Lögreglan lét ekkert sjá sig fyrr en að morgni miðvikudags 15. apríl. Við ákveðum lögðum sem hausinn svolítið í bleitifunum heimaðunum okkar og ákveðum að þetta væri sniður að bara leyfa fólkinu að vera þarna og koma svo morguninn bara. Þá voru 3 þarna á verði fyrir utan húsið átt að passa en það var engin fjöldi og við gerðum þetta þarna því þá þurftum við ekki að kljást við allan þennan fjölda, við sem að yrðu færri og reiknum með að það yrði ekki börn þarna á staðnum heldur. Okkur er mjög illa við að fara í aðgerðið þannig. Þó svo að lögregla hafi ákveðið að fresta aðgerðum, sátu hústökufólk og stuðningsmenn þess ekki auðum höndum. Hlaðið var virki við húsið og meðal annars notaður til þess innanstokksmunir úr nærliggjandi húsum sem einnig stóðu auð. Þá var kveiktur eldur í tunnu fyrir utan húsið þar sem fólk safnaði saman og hrópaði slagorð. Við ætlum náttúrulega bara að verja húsið okkar. Hver og einn maður verður að verja sig fyrir ríkisvaldinu og öðrum ógnunum eins mikið og hann getur og eins mikið hann treystir sig til og við treystum okkur til að fara upp að einhverju marki og við vissum alveg að við vorum að fara inn í mjög eldfimt ástand þannig að það var kannski ekki komið beint óvart þegar við sáum fjöldan af lögreglumönnunum en það var samt vissulega eftirminnilegt. Á milli 40 og 50 lögreglumenn voru mættir á Vatnsstíginn árla miðvikudags morguns. Þá var aðeins hústökufólk inn í húsinu. Götunum var lokað í báða enda og slökkvilið og sjúkralið til taks á Hverfisgötu færi eitthvað úr böndunum. Fólkinu var ítrekað boðið að koma út án afleiðinga en því var ávallt hafnað. Loka viðvörun. Ef einhver vill koma út þá getur hann nýtt tækifæri núna. Þá hófust aðgerðir fyrir alveg. Fólki var þarna upp á efstu hæð og það var búið að byrgja sig þar niður og búið að negla fyrir stigaop og setja rúm ofan og fergja og allt mögulegt og það var verið að hella þarna alls með slökum yfir lögreglumenn, það var máling og henti okkur jógurdósum og það kom grjót og ávextur og þetta var í rauninni heilmikil aðgerð þetta var í rauninni nýtt fyrir okkur, við höfum aldrei verið í svona máli áður þannig að við þurftum að leggja hausinn svolítið í bleyti og þetta er rauninni eina aðgerðin sem ég man eftir að vorum með keðjusög líka, hún var þarna á lofti og þetta var hún ekki alveg litist á það þarna inni, en það var farið mjög varlega. Þeir voru bara að saga upp á milli lappana á okkur, úr gólfinu Þeir voru að reyna að taka gólfið úr. Það var alveg strákur sem fékk saugina upp á milli lappana á sér, sem er ekkert sérstaklega, geðsleg einhvern veginn upplifun. Við vissum það lág fyrir að húsið mátti skemmast, þannig að það átti að rífa það, þannig að við þurftum ekki að vanda okkur sérstaklega mikið, það var vitað. Og þetta hafðist að saga niður rúmið og stækka stigaopið þannig að við komist
fyrir rest upp og þeir þurftu að sprauta þarna piparúða til þess að fá fólki frá stigahópnum. Það var hélt þarna á staðnum. Og síðan voru þeir handtekinn þarna upp í risi. Farið frá opinu! Gasið var í bæn! Þeir komu þarna inn alveg, sko, búin að þamba Red Bull alveg alla morguninn og alveg sturlaðir af pirringi, sko. Þannig að þegar þeir komu inn þá voru þeir ekkert sérstaklega glæsilegir, sko. Útbíjar í einhverju skyr og jógúrt og slökkvitækisdufti og málingu og eitthvað. Og alveg rosalega pirraðir. Lögreglan handtók 16 inn í húsinu og þurfti að leiða fólki niður úr risinu og út í lögreglubíl. Fyrir utan voru 3 handteknir strax og síðar aðrir 3 fólki reyndi að hindra lögreglu í störfum sínum. Alls 22 einstaklingar voru því handteknir í aðgerðunum. Arnar segir að enginn hafi hlotið alvarleg meiðsli en einn hinna handteknu kvartaði þó vegna eymslu. Kærða fyrir árás. Hann heldur svona í hárið á mér og tekur hausinn á mér, eða höfuðið á mér rétt ef hann kom út. Og þá kemur hann á baðherbergið og tekur hann utan hárið á mér og lemur hausnum á mér utan í dyrastaf. Sem að verður til þess að ég vankast og fæ eflaust einhvers konar heilaristing því að ég var vönguð mjög lengi og kastað upp í fangaklefanum og svoleiðis. Og það brotnaði upp úr tönnum hjá mér og ég var án læknishjálpar og bara án nokkrar aðstoðar eða eftirlits í marga klukkutíma inn á lögreglustöð. Meint harðræði var kært til ríkissaksóknara sem rannsakaði málið. Það var hins vegar fellt niður og ekki talið á rökum reist. Í þessum mótmælum öllum þá hefur verið mjög gott að hafa fjölmiðlamenn sem taka sem mest af myndum. Því við höfum lent í því að það verið að saka lögreglunum að beita miklu harðræði, sko. En þegar myndirnar eru sýndar kannski frá fjölmiðlunum þá kemur ljós að það vantar eitthvað inn í frásögnunum hjá þeim sem eru sakaðir um það. Lögregla þurfti að fara í fleiri aðgerðir vorið og sumari vegna hústöku fólks, meðal annars á Vatnstíg, en Arnar segir ekkert í líkingu við atvikið 15. apríl hafa komið upp. Og ég held að þetta hefði verið þannig skilaboð, þetta var þannig aðgerð að þeim sem voru þarna inni þeim langaði ekki aftur í svona aðstæður. Ég er mjög ánægð að við skildum gera þetta og ég myndi gera þetta aftur ef ég fyndi ef mér fyndist að vera réttu tími eða rétt fólk eða eitthvað sem væri til í það með mér. Og þetta hefur örugglega skilað, ég veit ekki hverju þetta skilaði út í samfélagið, en þetta var allavega, ég held að það var fullkomlega réttmæt ákvörðun að gera þetta akkúrat á þessu spennu þrungna mómenti í samfélaginu, sko.